Komiði sæl, kæru ungmenni og velkomin í fjárfestingaráð Frímanns. Til hamingju með tímamótin, þið eruð orðin fjárráða. Það fylgir því mikil ábyrgð að vera fjárráða. Því að valkostirnir eru allstaðar og freistingarnar út allt. Það væri auðvitað dæmigert af óhörnuðu ungu fólki að velja einhverjar óskynnsamar leiðir eins og til dæmis tölvuspil, sælgæti, skamminnar skemmtanir eða eitthvað því líkt. En ég ætla aftur á móti að benda ykkur á nokkra skynnsama kosti. Til dæmis að byrja að safna enskum eðal mygluostum eða fjárfesta í námi eða fjárfesta í ljóðlist. Valið er ykkar. Þið eigið að velja. Vel valið. Dýrara námið, læknisfræðin. Og ég valdi nú ekki hvaða læknaskóla sem í heiminum heldur þann allra fremsta af öllum læknadeildum sem ég gat fundið. Það er að segja meðal bréfaskóla. Og ég nú búinn að fá hérna sendan fyrsta pakkan og þetta finnst mér nú eiginlega göfugasta starf í heiminum. Já, kannski fyrir utan heimspeki, sálfræði og hverskins ritstörf, þá læknisfræðin þar mjög skammt á eftir. Og hérna hef ég verið svona að reyna að stúdera hvaða sérgrein ég ætla mér að velja innan læknisfræðinar. Og ég hef náttúrulega auðvitað mestan áhuga á heilanum, en ég held að það sé nú kannski ekki alveg raunhæft að ætla að fara að stúdera hann núna því að það tekur mjög mikinn tíma, hann mjög flókinn og ég hef bara ekki nægan tími, það er mikið að gera hjá mér og það er nú eiginlega dálítið kaldhæðið að ég get ekki stúderað heilan að því ég er að nota nóg mikið. Þannig að ég er búinn að svona fara niður líkamann og ég er eiginlega búinn að komast að niðurstöðu. Ég ætla mér að einbeita mér að lífbeininu. Það er að segja lífbeini karlmanna. Lífbein kvenna, það eru margir sem eru að einbeita sér að því, kvensjúkdómalæknar og annað. Þannig að ég ætla að einbeita mér að lífbeini karla og ég ætla að vera svona karlsjúkdómalæknir. Pelvis. Já, það er einmitt. Ég verð nú að viðurkenna að ég bjóst ekki við því að verklegu hlutin í náminu myndi byrja svona snemma og hvað þá bjóst ég við því að það væri hægt að senda í pósti lík. Ég hringdi í tollstjórann og þeir sögðu að það væri jafnvel til tollaflokkur fyrir þetta, að þetta væri svo kallaðir námsskrokkar, smekklegt nafn. Mér svimar, ég hafa alveg ótrúlega sterk lykt hérna. En ég ávíst með þessum hnífi að skera 10 cm langan skurð hjá lífbeininu. Vá, dálítið light-headed. En við skulum láta það vara. Já, eins og þið sjáið þá er ég nú búinn að losa mig við líkið, bókstaflega, þetta var ekki myndlíking, og ég held að karlsjúkdómalækningar séu nú ekki það sem ég ætla að leggja fyrir mig í þetta skiptið. Þetta fór einhvern veginn ekki vel í mig og ég hef verið að velta því fyrir mér hvað annað gæti ég gert, hvað gæti ég stúderað og líklega sá hluti af mannslíkamanum sem ég hef mestan áhuga á er hár. Ég hef lagt mikla vinnu í hárið á mér og ég hugsa hair doctor, það er eitthvað sem er ekki mjög þekkt fyrir bara á Íslandi og ég svona líka er mikill áhuga maður því að þegar ég var yngri þá var ég greindur með flösu.